COVID var náttúrulega bara mjög sérstök upplifun þegar maður starfar á gjörgæsludeild. Við tvöfölduðum magnið af fólki sem var statt í vinnunni hverju sinni. Upplifði sig á tímabili eins og maður væri bara að taka þátt í einhverju stríðsástandi. Stóra áskorunin okkar núna í þessari þriðju bylgju af COVID er að tryggja fullnægjandi mönnun og að við séum með rétta fagmennsku á réttum stað til þess að sinna sjúklingunum okkar. Og til þess að sinna þessu verkefni þá þurfum við náttúrulega að treysta á allar okkar fagstéttir. Það þurfa allir að koma að þessu risastóra verkefni. Okkur hefur verið tíðrætt bakverðina sem er okkur afar dýrmætir og fólki sem að gefa kost á sér að flytjast á milli eininga og takast á við ný og krefjandi verkefni. Við höfum kannski minna beint sjónum að því starfsfólki sem er fyrir á þeim póstum sem að þurfa að taka við þyngstu verkefnunum og dæmi það eru gjörgæsludeildirnar okkar sem eru hvað sérhæðasta starfsemin þar sem við sinnum veikustu sjúklingunum á hverjum tíma. Gríðarlega flókið og öflugt teymistarf sem að fer þar fram og til viðbótar við það að vera bara almennt að sinna veikustu sjúklingunum og kannski flóknustu tilfellunum að þá eru við núna, er þetta fólk að takast á við það að læra á algjörlega nýjan sjúkdóm og hvernig er best að meðhöndla hann. Við höfum sýnt það í fyrri bylgjunni að við náðum markvert góðum árangri, meðal annars í gjörgæslumeðferð COVID-sjúklinga. Og til viðbótar við þetta þá erum við náttúrulega að biðja þetta fólk að taka á móti öllum nýliðunum sem að gefa kost á sér og er að styrkja mönnunina og hjálpa til og bara vinna við mjög krefjandi aðstæður. Ég er hjúkrunarfræðingur á gjörgæslunni í Fossvogi og er í meistaranámi í gjörgæsluhjúkrun, þannig að ég er að sérhæfa mig innan þessa sviðs. Og þetta er mjög áhugavert að vera standinn í svona miðjum heimsfaraldri á sama tíma og maður er að læra þessa meðferðir. Ég byrjaði að vinna hérna fyrir 12 árum og þá flutti ég heim frá Noregi og ákveðilega bara að pröfa gjörgæsluna. Og ég er hér enn, þannig að það er eitthvað sterkt sem heldur í mig. Ég er hjúkrunarfræðingur á gjörgæsludeildinni í Fossvogi. Ég hef unnið þar í 4 ár og ég er líka í meistaranámi í gjörgæsluhjúkrun. Mér fannst þetta bara mjög spennandi svið, mikil lífeðlisfræði, mikil nákvæmnisvinna, bæði við lyfjablandanir og bara almennileg hjúkrun og reynir mjög mikið á samskiptahæfni við sjúklinga og náttúrulega mikil fjölskylduhjúkrun. Ég til dæmis var sjálf á leiðinni bara í tíma í háskólanum ásamt fleirum sem vinna með mér og ég var bara stödd á ljósum á leiðinni í Eyrberg og fæ þá bara símtal frá aðstoðardeildarstjóra að ég megi alls ekki mæta í tíma og ég eiginlega bara fara heim til mín og bíða eftir svona upplýsingum bara hver næstu skref eru. Hvort að við máttum þá ekki hitta aðra sem voru að vinna annars staðar á spítalanum. Og við eiginlega áttum bara að vera svona hálfpartinn standby að mæta í vinnuna. Þá var þetta svona hellast einhvern veginn yfir okkur. Við fengum bara allt í einu að vita bara af nýjum sjúkdómi sem við þurftum að læra mjög hratt á. Við á gjörgæslunni erum náttúrulega oft vön að vinna undir miklu álagi og þurfum oft aðlaga breyttum aðstæðum hratt, en þetta var kannski að vissu leyti öðruvísi af því að við fengum svo mikið af sjúklingum hratt. Og við þurftum alltaf að vera svona einu skref á undan og sjá fyrir næstu skref eða kemur annar sjúklingur í nótt, hvert á hann að fara, hver á sinnunum. Og á sama tíma þá var deildin svona, við þurftum að færa okkur rými, við tókum einangruna svona skref fyrir skref, færðum okkur út deildina og voru svo allt í einu komin bara yfir á deild við hliðina á vöknunardeild. Það varð til alveg sérlega mikill slagkraftur í öllu kerfinu. Það fann maður fyrir því hvað margir komu saman og lögðust á eitt, hvað var hægt að gera mikið. Og við stóðum þarna saman nokkur, hann var hjúkrunardeildarstjóri og forstöðumaður og smiður og tæknimaður. Og öll vorum við saman í því að komast að því hvernig við ætluðum að smíða vegg og hvernig við ætluðum að tengja ákveðnar græjur. Og innan við 2 tímum þá var bara búið að slá þessu upp og klára málið. Hvers skipta sem að koma í vinnuna var eitthvað búið að færa til og sjúklingarnir svolítið svona hrúguðust inn. Á sama tíma við vorum að fá
inn nýjan sjúklingahóp að vera með starfsfólk í svona crash course í gjörgæsluhjúkrun og það var mjög mikið álag. Og við lentum svolítið oft í því að vera svona í hlutverki vaktstjóra eða hópstjóra og þá var svona okkar hlutverk að hafa yfirsýn yfir sjúklingana og allt þetta nýja fólk. Sjáum allir fengju afleysingar og allir bara væri með verkefni við hæfi. Það var mjög mikil samheldni, allir einhvern veginn svona til í að takast á þetta verkefni. Fundu líka mikinn stuðning úr samfélaginu, fólk var að gefa okkur mat og góða kveðjar sem að skipta mjög miklu máli á þessum tíma. Þegar við erum inni í COVID-einangrun þá erum við ekkert að fá okkur að drekka eða borða eða fara á klósið eða neitt svoleiðis og þetta er svona gjörgæslusjúklingar þannig að það þarf að sitja yfir þeim og horfa á það öllum stundum þannig að við erum ekkert að skjótast fram þannig að þetta gátt oft verið alveg 3-4 tímar í einu þar sem maður bara fekk sér ekkert að drekka og það gátt verið mjög krefjandi en þá fannst mér líka bara mikilvægt að svona hlúa sjálfri mér í rauninni í þessum faraldri, passa upp á að hreyfa mig og fá stuðning frá fólkinu mínu en þetta gat oft verið mjög erfitt. Lærðu mjög mikið af fyrstu bylgjunni og þessi bylgja sem er þá þriðja bylgja sem er í gangi núna, hún er einhvern veginn allt öðruvísi. Við kunnum betur á sjúkdóminn og hvaða meðferðir gagnast og það er margt sem við höfum lært af þessu. Samfélagið er bara svona aðlegast nýjum veruleika. Fólk er kannski örlítið þreyttara á þessum sóttvarnaaðgerðum og svona meiri stemmingi voru allir bara til í þetta og allir að takast á þetta saman. Núna kannski er þetta orðið bara svona meira hluta af lífinu og maður finnur svona öðruvísi anda í samfélaginu. Þegar við tökum á okkur svona stórt verkefni eins og þetta er þá finnum maður alveg hvað allar stéttir eru mikilvægar og þetta hefst ekkert nema með góðri samvinnu og það er bara milli allra sem vinna á gjörgæslunni, frá lækna til hjúkrunarfræðinga, sjúkraliðar og ræsting. Það þarf allir að bara vita hvert næsta skref er og hvert hlutverk hvers og eins er. Það þegar við erum að sinna sjúklingunum er náttúrulega gríðarleg teymisvinna og allt saman er þetta teymisvinna. En það sem að lendir hjá okkur er náttúrulega að taka ákvörðun hvenær er komið að því að veita öndunarvélameðferð, hvenær á að hætta öndunarvélameðferð, hvenær er þetta komið gott. Þannig að allt sem kemur að því svona að stefnubreitingar eða ákvarðanir nákvæmlega hvað á að gera hverju sinni er okkar borði og það skapaðist ofboðslega góð samvinna sem er endar í hvívetna myndi ég segja hjá þessum hópi að ræða málin mikið innbyrðis við kollega sína, við aðra svæfinga á gjörgæslurækna og auðvitað náttúrulega tala saman í teymunum þetta jafnóðum, eiga samtal við smitsjúkdómalækna, lungnalækna, aðrar heilbrigðisstéttir sem eru búin að vera að sinna sjúklingum þegar maður er að afla svona upplýsinga til þess að þetta geta tekið sem besta ákvörðun fyrir hvern og einn sjúkling á hverjum tíma.